Fjármálaráðherra hefur stefnt ljósmæðrum fyrir ólögmætar uppsagnir. Fjármálaráðherra vill ekki tjá sig kjaradeilu ljósmæðra né álit utanríkisráðherra að deilan geti stigmagnast vegna ákvörðunar hans að stefna ljósmæðrum fyrir ólögmætar uppsagnir. Ráðherra ætlaði ekki að tjá sig deiluna og ekki heldur ummæli utanríkisráðherra. Nei, þetta náttúrulega getur leitt til stigmögnunar deilunar og það aldrei gott. Þannig að fjármálaráðherra var ekki að liðka fyrir lausn deiluna með þessu? Nei, það er í hrættum ekki. Fjármálaráðherra hefur stefnt ljósmæðrum fyrir ólögmætar uppsagnir. Verkfall ljósmæðra var rætt á Alþingi í gær. Fjármálaráðherra var ekki þar, heldur skráður með fjarvist og var í hrunaréttum. Fréttablaðið náði tala af honum þar og spurði hann út í stefnuna og gagnrýni utanríkisráðherra. Fjármálaráðherra sagði það ekki fara saman að vera í réttum og veita viðtöl og sagði við blaðamann, þú náðir bara ekki í mig. En nú getur hann að fara að semja við ljósmæðurkalli. Nú vorum við mjúkur í það. Einhverjum völdum hefur það reynst mér með. Fjármálaráðherra hefur stefnt ljósmæðrum fyrir ólögmætar uppsagnir. En þetta er ekki heppilegt á þessum tímapunkti. En að sjálfsögðu var þessari stefnu ætlað að hafa áhrif á deiluna. Það er alveg ljóst. Og ég vona það og treysti því að hún hef ekki áhrif á hinnar raunverulegu viðræður sem snúast kaup og kjör. Hleypir að kergju í ykkur núna? Að sjálfsögðu gerir það. Ljósmæður eru miklu harðari fyrir vikið. Að það eigi að nauðbeygja þær til þess að vinna áfram á kjörum sem eru 25% undir kjörum annarra sambærilega stétta. Ég held að ég geti talað fyrir mun allra í ríkisstjórninni þegar ég segi að það er skilningur á því í ríkisstjórninni að þær þurfa að fá ákveðna launaleiðréttingu. Það er ekki þar með sagt að 25% hækkun á launum sé það sem að koma skal. Það væri fróðlegt að vita hvað henni þætti mátulegt að konur væri mörgum prósentum undir körlum í launum. Þá var kvenfólk að vinna eins og vatn hjá þrælum en karlarnir lágu inni í bælum að skrifa Íslendingasögur.